hátíð, kæru vinir, og verið velkomin með mér í Svínavatnskirkju. Svínavatnskirkja sem nú stendur var vígð 5. nóvember 1882. En fyrst getið kirkju að Svínavatni í Auðunarmáldaga frá 1318. Helgi Benediktsson kirkjubóndi á Svínavatni réð Friðrik Pétursson snikkara til að smíða þessa kirkju. En Friðrik lést áður en verkið var klárað og Árni Hallgrímsson frá Garðsá í Eyjafirði og fleiri menn kláruðu verkið. Kirkjan var síðan gerð upp árið 1970 en þá var komin mikil þörf á endurbætur, enda nálægt 100 ár frá byggingu hennar. Svínavatnskirkja ennþá að mestu í upprunalegri gerð. Sérkenni hennar öðru fremur turnin sem breiður og lágur og þakið á turninum íbjúgt píramídaþak með trékrossi efst. Altaristaflan hér fyrir aftan mig olíumálverk á striga og sýnir þann atburð Kristur gekk á Genesaretvatni og Pétur ætlaði að ganga til hans en óttaðist og sökk. Myndin merkt H.V. Westengård 1902. Skírnarskálin sem hérna með lútersrós innan í og frá glit. Innsigli Martins Lúthers, oft nefnt Lúthersrós, var hannað á Lúthers sjálfum. En skálin einmitt svona Lúthersrós. Lúther útskýrði merkingu innsiglisins með þeim hætti að innst væri svartur kross sem minnir á að Jesú Kristur vill eiga samastað í hjarta þess sem trúir fyrir trúna eina. Krossinn skal vera svartur á lit því að Jesús frelsar þá sem á hann trúa með dauða sínum. Svarti liturinn minnir líka á sorgina og dauðan. Lúther sagði svartan vera hinn náttúrulega lit krossins, en hjartað skal vera rautt því að trúin fyllir hjartað af gleði, trausti og friði. Hjartað inni í hvítri rós, en hvítur táknar hér lit engla og heilags anda. Og blái liturinn utanum allt, utanum rósina, táknar himininn þar sem Jesús Kristur hefur búið fylgjendum sínu sæti. En oftast gylt rönd svo yst meðfram. Það reyndar ekki á þessari skál, en gylta í gjörðin yst merkir eilífðina og eilífa dýrð hjá Guði. Eftir tíma Lúthers hefur þetta tákn, þessi mynd eða þetta innsigli orðið tákn fyrir Lúthers trú. Já, Svínavatnskirkja yndislegt guðshús, fallegt og látlaust og heldur vel utanum mig hér núna. En við skulum hefja þessa helgistund, þessa jólastund með því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og byggjum með orðum Valdimars Briem. Jesús, þú ert vort jólaljós. Jólin ljómar þín stjarna, þeir englarnir kveða himneskt hrós, það hljómar og raust Guðs barna. Skammdegis myrkrið skyggir svart, ei skugga sjáum þó tóma, þú ljósið af hæðum blítt og bjart, þú berð oss svo fagra ljóma. Amen. Og ég ætla að lesa lexíu dagsins sem skrifuð hjá Míka, spámanni. En þú Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læti þann koma drottna skal í Ísrael. Ævafort ætterni hans frá ómuna tíð, því verður þjóðin
yfirgefin þar til sú hefur fætt, fæða skal. Þá munu þeir sem eftir lifa ættmenna hans snú aftur til Ísraels liðs. Hann mun standa sem hirðir þeirra í krafti drottins, í mætti nafn drottins Guðsins, og þeir óhultir verða. Þá munu menn mikla hann allt til endamarka jarðar. Hann mun tryggja frið. Amen. Og ég ætla að lesa jólaguðspjallið sem skrifað af Lúkas í Guðspjallamanni. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá í Kýrinius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef og Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var á ætt og kyni Davíðs. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, að því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Og þeir urðu mjög hræddir en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð, því yður í dag frelsari fræddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Amen. Og nú skulum við biðja saman. Eilífi Guð, þú sem fæðingu Jesú Krists gafst heiminu lífið, sem ljós mannanna, veit okkur ná til þess að taka við honum í hjörtu okkar og verða þín börn, í honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Biðjum bæn drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, kæru vinir, meðtæki drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Já, Guð blessi þessa kirkju. Guð blessi Svínavaskirkju og öll sóknarbörnin hér í Svínavarsókn. Almáttug Guð haldi hér verndar hendi yfir öllu og öllum. Og Guð blessi þig líka, kæri hlustandi minn, og gefi þér og þínum gleðilega jólahátíð.